gilda prófin eða eftir við lægt einhvern eitthvað? Já, öll prófin í þessum áfanga gilda og öll prófin í þessum áfanga gilda inn í lokaeinkunnina. Þannig að það var gott að við fórum aðeins yfir það, hvernig við reiknum út upplausnina eins og með 12-bita-breytuna og því að fljótlega þá förum við í það er talað um hérna 12-bita-breytu, þá erum við að segja 2 í 12 mínus 1, þá erum við með þessa tölu hérna 495. En fyrsta spurningin er svona hvaða kosti hefur mínus 10 til pluss 10 volta spennumerkið fram yfir 0 til 10 volta merkið. Ef við erum með hraðastýringu þá getum við haft mótorinn stopp í 0 spennu og getum við verið með mótorinn í vinstri snúningsátt til dæmis í mínus spennu í spennumerkinu og síðan í hægri snúningsátt í pluss spennu. Þannig að það er möguleiki sem sagt að maður getur verið með eitthvað 0 í merkinu. Þannig að það er þá ekki einhvers staðar á bilinu 0 til 10 volt sem að við erum með 0-ið, heldur erum við bara með mótorinn til dæmis stopp í 0 volta spennu. Það er svona ákveðin kostur við það. Í 1.2 þar er verið að spyrja hvað samsvarar 16 mA stórmerki, stóru tölugildi frá 12-bita AD-breytu og þá erum við með ákveðið merki frá sem sagt AD-breytu. Hvað þýðir það? Sem sagt A stendur fyrir merki sem að er hérna, getur verið einhvers konar mælimerki, þrýstingur eða hitastig eða eitthvað annað og við breytum því yfir í spennu eða straum eða eitthvað og einingin er að gefa okkur tölugildi frá 0 til 4095 og hér er hérna gefin upp sem sagt einhver svarmöguleikar og ef að hérna hvað samsvarar 16 mA stóru tölugildi frá 12-bita AD-breytu þá getum við sett það inn í svona formúlu og prófa okkur áfram með hvaða tölugildi gefur okkur 16 mA. Og hérna er sem sagt sviðið í 4 til 20 mA merki eru 16 mA. Og hvers vegna leggjum við svo 4 við þetta? Jú, vegna þess að merkið byrjar í rauninni á 4 mA. Það nær ekki frá 0 heldur frá 4 í þessu tilfelli hérna. En auðvitað gæti þetta líka verið eitthvað af hinum merkjunum, en þau liggja bara svo langt í burtu að þetta 4 til 20 mA merki er eina sem að gildir hérna. Því að ef við setjum töluna 3122 margfaldur sinnum sviðið sem er 16 mA og deilum með upplausninni og leggjum svo við lágmarksgildið í straummerkinu, þá fáum við 16 mA og þá er þetta sem að passar best við. Þannig að þetta er rauninni bara þá fyrir ykkur að æfa ykkur í að reikna þetta út. Þetta er rauninni skölun sem að þið hafið oft gert og þið þurfið bara aðeins að setja ykkur inn í þetta hérna, þessu tilfelli hér. Næsta spurning. Stýristrengir og truflanir. Hvaða truflanavandamál getur orsakast af skermingu á skynjunarköplum þegar annar endi skermingar er tengdur til jarðar og hinn er ótengdur? Og ef við lítum á þetta í þessu hérna, í mælibúnaði nema efninu, það er hérna, það er hér.
þar sem að annar endinn jarðbundinn og hinn endinn ekki tengdur til jarðar. Það var ein mynd að því hérna einhvers staðar. En hér með skermirinn, hann tengdur alla leið og þá fáum við svona svona truflunarstraum í gegnum allt kerfið hjá okkur, getur valdið vandamálum. Hérna höfum við, skermingin tengd í annan endan og ótengd í hinn. En þá getur það lent í gegnum rýmd, ef þetta ákveðin tíðni í þessu merki, þá getur bilunarstraumur farið í gegnum rýmd til jarðar. Og það einmitt þessi svarmöguleiki hérna að truflanir vegna straums eftir skerminum gegnum rýmd til jarðar. Það möguleiki. Straumur í gegnum allan skermin, í gegnum rýmdina hérna til jarðar, ef hann tengdur í annan enda. En þetta langalgengasta aðferð og besta aðferð við að tengja skermin. Að hann sé tengdur bara í annan endan. Þá virkar hann eins og loftnet fyrir truflanir. Og truflanirnar, hátíðni truflanirnar, það ferðast yfirleitt eftir yfirborði og gera það, já, eftir yfirborði skermingarinnar náttúrulega. Og þess vegna þetta besta aðferðin við að ganga frá þessu ef við erum ekki þar að segja með einangrunar magnara. Þá skoðum við næsta mál. Það hérna með þéttleika. Hvaða á þéttleiki IP67 að þola erfitt umhverfi. Og þá förum við í töflu hérna sem að ég læt ykkur hafa aðgang að töflu þéttleika. Og það IP, já, sko, þá hérna læt ég ykkur vera með þessa töflu þá í prófinu eða allavega, þá þurfum við að nota þessa töflu. Já, fyrri talan í IP-tölunni, sem sagt, Ingress Protection, stendur hérna IP rating. Fyrri talan ryggþéttleika og seinni talan vatnsþéttleikinn. Þá eins og hana kemur 1 og það stendur 50 mm, þá 50 mm gata á þessu? Já. Og svo 12 mm á töfn á? Já. Svo minnkar alltaf gatið, þangað til að í 5 og 6 þá má ekkert rykk koma inn, til og með í númer 6. Og þegar við erum með IP67, eins og í spurningunni, þá á hluturinn að þola að fara inn niður á 1 meters dýpi í vatni. En væri til eitthvað sem að, þetta kannski ekki alveg spurning, en væri IP07? Nei, nei. Þá hækka 57 væri þetta? Nei, það væri ekki til nema IP67 sko. Já. IP67 þá bara eins gott að vinna nema 68. Já, og þá að skilgreint á hvað mikið dýpi hluturinn má fara. Þetta eitthvað sem við þurfum að kunna allir tölum að auðvitað það? Nei, þetta tafla sem kemur með í prófinu. Með í prófinu? Já, þið lesið bara út af þessa töflu. Og þá hérna eins og til dæmis ef það væri IP56 þá væri ryggþéttleikinn 5 og síðan þetta aðstæður eins og getur orðið á dekki á skipi. Þannig að eins og til dæmis bara útiljós væri IP67 eða 66? Já, 66 einlega, já. Það væri alveg nóg fyrir útiljós. Eða svona hleðslustöðar IP67. Eru þær merktar þannig? Halo Wallbox stöð sem ég á leiti, hún þéttasta stöðin á markanum og IP67. Já, ok. Já, hljómandi. Þá vitum við það. Þá auglýsingin komin á upptökuna. Já, þetta á upptöku. Hvað fyrirtæki þetta? Rambox. Ok. Endilega tekið þig. Já, þá... Ég ekki sett þetta upp á andur sem ég Rambox. Já. Við erum okkar að brenna til þetta. Þá höldum við áfram, svarið var þetta að þar sem ekkert rykk má komast inn og ekkert vatn niður að 1 metra dýpi.
Og síðan koma hérna kraftmælingar og mælibrú. Hér eigum við að lýsa í stuttumáli, en sem sagt ég kannski verð ekki með mikið af svona spurningum, þó veit ég ekki alveg hvað verður mikið af svona skriflegum spurningum. En hérna það gæti líka verið krossaspurning varðandi þetta atriði, að tilgangurinn með óvirka þannemanum í átaksnema við mælingu og átaki á togvéra í spilkerfi. Þetta er bara beint úr verkefninu. Til að finna svarið við þessu þá höfum við hérna mynd í efninu af óvirka þannemanum í átaksnema. Það er hérna. Hér sjáum við að hitastigsáhrifin virka bæði á nemann sem að tekur átakið og þann sem að snýr þvert á. Þannig að hann lengist, til dæmis ef að hitinn eykst, þá lengist hann jafn mikið þessi virki sem að liggur hérna liggur með kraftinum, átakinu. Þannig að núllast út þessi hitastigsbreyting, eða sem sagt viðnámsbreyting vegna hitastigsbreytingar. Vegna þess að við erum með þetta tengt inn í svona brú, vísdalsbrú, þar sem að þá verður jafn mikil aukning að ofanverðu í brúnni og að neðanverðu. Þannig að þetta á að núlla út í brúnni þessi sem sagt hitastigsáhrif. Og það er það sem að er að gerast hérna. Að við leiðréttum skekkju vegna hitastigsbreytinga á mæli átaksnemanum. Það er málið. Næst er að stöðumælingar. Við erum með svokallaða ásnema á mótorum og þeir eru kallaðir á ensku encoder. Og hvort er notaður raunstöðugjafi eða afstæðustöðugjafi ástendur við rafmótor sem stjórnað af hraðastýringu. Við erum í rauninni með afstæðan stöðugjafa sem að gefur A-B púls með 90 gráða mun, Z-púls líka, og vegna þess að það er hægt að núlla hann hvenær sem er. Það er ekki hægt að núlla raunstöðugjafa því að þeir gefa bara akkurat stöðu bara eftir skífunni. Það er bara alltaf einhver tala á skífunni í gangi. Og það er svona ákveðin kóði sem að þar er. Ef við skoðum munin á þeim, þá erum við hérna með á B-púlsa. Sjá, þeir eru hérna rétt fyrir aftan þetta, já. Hérna sjáum við þetta. Hérna er raunni A og B-púls með 90 gráða mun. Það er í raunni hérna, já. Þetta er þetta. Þetta er útgangsmerki A og B og það er 90 gráðu munur á milli, sjáum við hérna, þessara merkja. Og svo er þetta stöðumerki hérna, oft er það merkt svona með seta eða einhverjum öðrum bókstaf og það er rauninni, þetta setamerki það merkir þá þegar að útgangsmerki B er í lágmarki. Þannig að þá er miklu auðveldara fyrir hraðastýringuna að vita hvort að mótorinn var hraða til vinstri eða hægri. Þetta stöðumerki gefur hraðastýringunni upplýsingar um það. Og hér er líka sem sagt sama aðferð þar sem að skynjar er settur hérna með það bil 90 gráða mun og þá gefur það okkur púlsa sem eru með 90 gráða fasviki og það er fyrir lengdarmælingar á togvírum. Það gæti orðið einhver spurning varðandi það seinna í prófinu en við skulum sjá hvað kemur hérna næst. Hér er nándarskynjari, hérna almennt atriði með skynjara hérna að gerðinni PNP og
hér hefur verið beðið að teikna álag við útgang hans og merkja hvaða spenna mælist yfir transistorinn þegar hann skynjar hlut. Og þá ágætt að átta sig á því sko, hvernig innihaldið hérna á PNP skynjurunum. Skoðum það er sem sagt rásirnar, útgangsrásirnar. Hér PNP, útgangsrás. Þetta náttúrulega jafnstraumur sem á þessum skynjurum og það sem með transistora og transistorinn tengist frá plus ef þetta PNP. Álagið tengist til mínus. Þess vegna teiknum við inn á myndina álag, til dæmis spólu í segur og eitthvað slíkt, til mínus frá merki hérna, frá útgangsmerkinu. Og síðan spennumælir sýndur hérna til að sýna spennuna yfir transistorinn. Og ef transistorinn normally open að þá hérna spurt teikna álag við útgangsmerki hvaða spenna mælist yfir transistorinn. Já, þegar hann skynjar hlut. Þegar hann skynjar hlut og það hann verður virkur, þá tengir rofinn hérna. Eða transistorinn fer að leiða. Og hvað þýðir það? Það þýðir að það verður lág spenna yfir transistorinn. Og þess vegna mælum við næstu því 0 volt, kannski 0,1 volt eða eitthvað slíkt. Þess vegna sýnir spennumælirinn hér þegar hann leiðir það bil 0 volt. En þessi spurning gæti verið einhvern veginn öðruvísi og gæti verið þess vegna krossarspurning eða bara það að þið eigi að svara með einhverjum öðruvísi hætti. Síðan skoðum hitt prófið varðandi það. Síðan hérna hvers vegna nándaskynjari með transistor frekar valinn í snúningshraðamælingar heldur en nándaskynjari með týristor. Sem sagt snúningshraðamælingar krefjast þess að menn hafi skynjara með mun hærri roftíðni heldur en hægt að gera með AC-skynjurum. Við sjáum það, þetta var sannlega í verkefninu líka, að þetta var talað það að þessi skynjar hérna sem bundinn því að þurfa að loka fyrir týristorinn, að hann getur rauninni unnið bara frá 25 riðum, eða upp í 25 rið. Það ekki hérna, það var tekið fram hér sko, að fyrir AC-skynjara með týristorútgáfa, þeir hafa 25 riða roftíðni. Það náttúrulega allt of lítið í rauninni fyrir svona snúningshraðamælingu. En DC transistor útgangsskynjari, hann hefur roftíðni alltaf 5000 rið. Þannig að það er miklu betra að velja þannig skynjara. Og ástæðan þessi að þeir hafa hærri roftíðni. Næsta, rýmdarskynjarar. Hvernig vinnslufjarlægð rýmdarskynjara skilgreind? Og þetta náttúrulega var sjálfsér í efninu mælbúnaðarnemar. Hún vinnslufjarlægðin margfeldi skynjunarfjarlægðar og næmni stöðuls. Þetta í formúlunni sem gefin hérna fyrir rýmdarskynjaran. Og hann hann einhvers staðar hérna. Rýmdarskynjarinn hér og hér formúlan. Og þannig að hér skynjunarfjarlægð og sinnum næmnistöðul gefur okkur vinnslufjarlægð, SA hérna. Þetta staðurinn. Og síðan spurt hérna, af hverju frekar hægt að skynja vatn en olíu gegnum plexigler með rýmdarskynjara? Ef við skoðum töfluna fyrir olíu, þá næmnistöðullinn 0,2 en hann miklu hærri fyrir vatn. Hann 1 miðað við 0,2. Þá erum við ekkert að skynja sem sagt gegnum
gler eða plexigler hérna sem er 0,3 næmnistuðull. Hann er hærri næmnistuðullin fyrir plexigler heldur en fyrir olíuna sem er bara 0,2. Þannig að við getum ekki skynjað olíu í gegnum plexigler. Það er bara ekki hægt. Vegna þess að næmni fyrir plexigler er hærri. En hins vegar getum við mælt vatn í gegnum plexigler. Því að hann er með hærri, vatnið er með hærri næmnistuðull. Og eins og hérna blautt timbur, það er vel hægt að skynja það til dæmis. En þetta er nú aðalega vökvi eða vatn sem við erum að skynja í gegnum svona gler eða plexigler. Ok, þetta er ástæðan. Og síðan er hérna næsta 7. Við hvað aðstæðum á óskýrmaður spanskynjari vera festur slétt við festistykki. Og ef að festistykkið er úr plasti þá hefur það ekki áhrif á, plastið hefur ekki áhrif á segulsviðið sem að kemur út frá skynjaranum. Það er það sem að vera að spá í hérna. En ef að festistykki væri úr stáli til dæmis, þá myndi það gleypa segulkraftlínurnar frá skynjaranum, frá sem sagt óskermaða spanskynjaranum. Hvernig stendur á þessu? Jú, ef við erum með hérna spanskynjarana, hvar eru þeir? Þeir eru hérna kannski aftar. Já, ef við getum litið á þetta hérna. Hérna erum við með þetta reyndar efni sem er rýmdarskynjara, en við getum hugsað okkur sem sagt að segulsviðið þarf að komast hérna út fyrir og þess vegna nær hann að skynja efni úr lengri fjarlægð ef hann er óskermaður, svona spanskynjari. Og þetta er sem sagt óskermaður skynjari af því að hann þarf að hafa festistykki hérna með ákveðinni fjarlægð frá sér, frá endanum. Og við getum skoðað hér, já, hérna er verið að sýna þetta. Hérna er segulsviðið, það nær hérna út fyrir brúnina á óskermaða spanskynjaranum, en þegar hann er skermaður þá nær stálið hérna alveg út á endan. Þannig að ef við værum með festistykki úr plasti þá næðum við að nota óskermaðan spanskynjara þar sem að festistykki væri þá alveg tengt alveg við endan. Ok, næsta mál 7.2. Þú átt að velja spanskynjara til þess að mæla snúningshraða á sviðinu 0 til 1490 snúninga á mínútu. Hvort myndum við velja AC eða DC spanskynjara? Við vorum í rauninni búin að svara þessari spurningu áðan að DC spanskynjara hefur roftíðni alltaf 5 kílóriðum en AC skynjari hefur bara 25 reða roftíðni og þess vegna er DC skynjarinn valinn. Svo kemur hérna útgangsrás nondaskynjara. Hvaða spenna mælist á útgangi PNP skynjara sem er normally open þegar hann skynjar hlut. Og þá erum við að mæla frá mínus og í merkið. Og þegar hann skynjar hlut, hann er normally open. Þetta er sama og við vorum að skoða hérna áðan varðandi þetta hér. Ef hann er að skynja hlut þá tengir transistorinn plúsinn hérna út á útganginn og þá mælum við 24 volt spennu hér ef það er 24 volt á kerfinu sem er mjög algengt að hafa 24 volt vinnuspennu á svona iðntölum. Hér er spenningjafarspennan tilgreind 24 volt og það væri þá sú spenna. Og svo ef það væri einhvern aðra gerð til dæmis eins og NPN að þá væri allt önnur niðurstaða því að ef að NPN skynjari er að tengja þá myndum við fá, hérna erum við með NPN, þá værum við að mæla frá útgangi niður í mínus þegar hann gæfi merki eða álagi fengi straum.
þá værum við með 0 volta spennu, næstu því 0 volt hérna. Því að þá tengir transistorinn, hann virkur og þá erum við 0 volt hérna yfir transistorinn en álagið fengir spennu. En yfirleitt erum við að miða við að mæla frá mínus og í merki. Þess vegna er þetta svar hér og ef við erum með NPN þá værum við með 0,1 volt sem er rétt svar. Ok, þið pælið þá aðeins í þessu. Síðan hérna þegar að 230 volta náttskynjari er notaður við stýriliða sem er fyrir 230 volta inganga, þá þarf að tengja seguliða sem millilið inn á stýriliðan. Og við þurfum að hafa sérstaklega snertu bara frá 230 voltum beint inn á stýriliðan. Og ástæðan er sú að 230 volta náttskynji, hann verður að hafa ákveðin hvíldarstraum sem að gengur ekki þegar við erum með háómska inganga á stýriliðan. Það er ekki hægt að tengja þennan 230 volta náttskynjara beint inn á stýriliðan fyrir 230 volta inganga. Stýriliðin hefur of hátt ingangsviðnám fyrir þannig aðstæður. Það er ástæðan. Það er í 4.4 áfanganum meðast í áfanga E þegar þið voru með færibandaverkefni og stýriliðan, easy stýriliðan, þá þurftu að vera með sér segulrófa eða stýriliða til þess að tengja frá til dæmis miðju nándaskinjara á færibandinu. Þetta er ástæðan. Hann getur ekki unnið á þannig ingangum sem eru háómskir. Það fer allt og lítill straumur inn á þannig inganga. En svona spurningar verða ekki, því það tekur á langa tíma fyrir ykkur að teikna allt svona laga upp með þá mælibúna nema allt efnið með. Við sleppum svona spurningum. Hitamælingar hérna, hvaða tenging við viðnámshitaskynjara PT100 veldur mestri ónákvæmni. Við erum með mismunandi aðferðir. Það er til 4 víra tenging, hún er nákvæmust. 3 víra tenging er alveg nóg, sérstaklega í iðnaði. Það er það algengasta tengingin, 3 víra. En ónákvæmasta tengingin er 2 víra tenging því að þá erum við ekki að leiðrétta fyrir viðnámsaukningunni í leiðorunum að mælistaðnum. Það bara eykst viðnámið í skynjaranum. Með því að þá leggst saman viðnám vírsins og viðnám skynjarans. Þannig að þetta er ónákvæmasta aðferðin. Og í 9.2 þá er spurning um hitarafaka. Við erum með hitarafaka og við höfum RI-breyti í þessu kerfi og við höfum aðeins að fletta upp á RI-breytunum og sjá hvað við erum að tala áður við svörum þessari spurningu. Því að þá erum við með mælingu á hitastigi við þessa tengingu við köldu tenginguna. Heitatengingin er mælistaðurinn, en kalda tengingin er það sem við tengjum þetta við í rauninni eirvírin, það sem að myndast spenna. Og þar þurfum við að vita hvað hitastigið er til þess að geta skilað réttri niðurstöðu og senda út sem straummerki í RI-breytunum. Og hér er hitastigið mælt og þessi aðferð er kölluð Internal Cold Junction Compensation. Við erum að mæla hitastigið á köldutengingunni og sendum þá leiðréttinguna yfir í tölvukerfi ef að hitastigið breytist á köldutengingunni. Og í spurningunni það er verið að segja að hitastigsbreytingin við köldutenginguna bilar og hitastigið hækkar á köldutengingunni, þá er minni munur á mælistaðnum og
köldutengingunni og þess vegna minnkar mæli stærðin. Þannig að ég myndi að vera að mæla 24 gráður Já. og þetta beila og myndi að mæla 20 gráður. Já, sko, ef að Þannig minnkar eða minnkar bara. ef að hitastigið breytist á köldutengingunni, skilurðu, þá þessi spurning verður ekki með þessum hætti. Nei, ég ætla ekki að láta ykkur teikna á þessu prófi. Það verður ekki. Þannig að hér er bara spurningar úr mælbúnaðarnema. Fyrir hvaða samskiptastaðal er COM-einingin í R-breytunum og þetta er COM-einingin, þessi COMM rétt við útganginn og þá er bara farið í textan og þá finnur maður svarið við því þar. Hér er 15 COM samskiptaeiningin, hún er þá notuð og það er kallað HART protocol og þá er þetta, ef það væri spurt eitthvað í þessu, þá er það frekar svona krossarspurning. Já, það getur verið að verða að vera í einhverju af þessu. Það var hvaða bók? Svo að PDF-skjalið mælibúnaðarnema, það fer eftir í hvernig prófið verður hjá mér. Þurfum við þá að prenta út, eða? Nei, þið þurfum ekki, þið getur haft hana. Við þurfum að opna við fram okkur að leysa bindiskelið. Já, eða bara hreinlega að það verður, þið fáið. Mér líst bara mjög vel á það hugmynd. Að þið fáið eins og hvert annað blað með upplýsingum fyrir aftan prófið, að það verður þá látið fylgja með. En það er ekkert víst að verði spurt svo nákvæmlega upp úr þessu efni. Þetta var meira þannig að þá var í þessu prófi sem að hér er, að þá var bókin í rauninni fylgdi með prófinu, sko. En það verður ekkert, þá var hún innbundin og allt, sko. Þá voru til það mörg eða allavega gormuð. Þá er það til það mörg eintak af henni. En við erum ekki með það eins og staðan er nú í dag. Spurning 10.2. Hvert er hlutverk DA-breytunar í R-breytunum? DA-breytan er stendur DA. Hún kemur upplýsingum frá stafrænu formi yfir á straummerki, hliðrænt form. D stendur fyrir digital eins og þið þekkið og A stendur fyrir analóg eða stiglaust merki, er analóg merki, það er stiglaust og í þessu tilfelli er það þá straummerki sem er stiglaust. Svo leiðis en tölugildið, það verður það að einhverjum straum og það er hlutverk þessarar að breyta upplýsingum á stafrænu formi yfir á hliðrænt form. Það er hlutverk DA-breytunar í R-breytunum. Síðan 10.3. Hitanemi, hann mælir hitastig frá ferskvatni aðalvél. Hitanemin er tengd við R-breyti sem sendir 4-20 mA straummerki frá eintölunni. Eintölunan breytir straummerkinu í heiltölu á sviðinu 0-495, þetta er 12 bita breyta. Hitastig nemans var ákveðið frá 20 gráðum til 150 gráðum og þá finnið út hvað er þá sviðið, hvað er mismunur á þessum tveimur tölum. Og það er þá, sjáið þið, það er að 20 dregið frá 150 og þá sjáið þið það er 130. Það er sviðið. Þetta er alltaf sama aðferðin, við fáum ákveðið merkið. Því er sagt hvað er hitastigið á ferskvatninu ef tölugildi frá inntölunni er 1820, þetta er merkið og
þetta á að vera sinnum svið hérna og komið hérna plus, ég veit ekki af hverju það hefur gerst, en þetta sinnum sviðið og við deilum með upplausninni 495, því að þetta 12 bita per dag, það talað með hérna 0 til 495 og síðan til þess að vita absolutt hitastigið þá þurfum við náttúrulega að leggja þessar 20 gráður við, segjum við hérna 20 plus. Leggjum við svo 20 gráður við að það lágmarkshitinn sem neminn mælir. Já, akkurat. Af því að það sviðið sem hann að taka frá 20 gráðum. Það málið. Síðan hérna með þrýstimælingunni hérna, að þar verið að mæla þrýsting á fersvatni og þar sviðið -1 til 5 bör, þannig að sviðið 6 bör í heildina. Af því að það frá -1 bari. Og inntölulega hún sendir upplýsingar þar á þessu formi 0 til 495, sama upplýsnin, og hér merkið 2025 og þá hérna margfölduðu það sinnum sviðið sem 6 bör hérna og deilum með upplýsninni 4095, það sem merkið sinnum svið deilt með upplýsninni og síðan þurfum við að draga þetta -1 bar frá vegna þess að það byrjar í -1 sem sagt svið og þá erum við með útkomuna að við erum með þá 2 bör sem svona raun þrýsting á þessum stað. Verður þetta próf svona langt? Það veit ég ekki, það við erum eftir að fara yfir hitt prófið. Það líka nóg eftir að tímanum. Sigurður, ég þarf að fá að fara fyrr. Já. En það Þá höldum við áfram með þetta og seinna prófið hérna merkin, byrjar á því líka og þá spurt hver eru helstu kostir straummerkisins 4 til 20 mA. Ef við værum með 0 til 20 mA merkið þá myndi búnaðurinn segja að þó að væri búið að klippa á vírinn að skynjaranum þá væri það rauninni ennþá í lagi vegna þess að mælingin alveg frá 0 straum og upp í 20 en hér þarf að vera alltaf lágmarksstraumi fyrir hendi 4 mA og ef að sá straumur rofnar þá getum við fengið til dæmis viðvörun á það og fengið að vita nákvæmlega að þarna fór vírinn í sundur eða eitthvað slíkt. Og þannig að þetta tryggir vöktun á sambandi á milli staða, til dæmis frá R-breyti eða frá einhverjum þrýstinema eða einhverju slíku. Þannig að við fáum pottþétt að vita ef að eitthvað hefur farið úr sambandi. Síðan, í 1.2 þá erum við að finna út hvað samsvarar tölgildi 1280 mörgum milliamperum í 4-20 milliampera straummerki við 12 bita AD breytu og 12 bita AD breyta þá hún með hæsta gildið, þessast upplausnina 495 eins og við nefndum áðan. Og þá segjum við hérna merki sinnum svið, við notum þessa skölun hérna, aðferðið skölunina, merki sinnum svið og deilum með upplausninni og síðan þurfum við að leggja lágmarksstrauminn 4 mA við og þá náum við því hvað þetta samsvarar mörgum milliamperum, það þetta 9 mA sem hérna. Þið æfið ykkur á þessu og prófið einhverja aðra tölur þannig að þið verðið örugg að
að nota þetta. Þið hafið oft útbúið alls konar svona skölun, útreikninga í skölun. Kunnið þetta. Síðan er hérna stýrstrengi og truflanir. Og hérna við erum eiginlega búin að svara þessari spurningu. Hún var líka í síðasta prófi. Hvaða truflanavaldamál geta orsakast af skermingu á skynjunarköflum þegar annar endi skermingar er jarðtengdur og hinn ótengdur. Og það er sem sagt á síðasta sem við vorum að skoða núna áðan. Já, þetta var sama spurningin. Það er straumur eftir skermingu gegnum rýmd til jarðar, þar sem að skermurinn er ótengdur. Í 2.2, hvaða þéttleiki á síðan IP68 að þola erfitt umhverfi? Og það þýðir að það má ekkert ryk komast inn og ekkert vatn á einhverjum skilgreindum fjölda af metrum á ákveðnu dýpi. Og þá er sérst X er bara metrafjöldin. Já, ekki alveg allt. Það verður að skilgreina á hversu marga metra dýpi þessi búnaður hefur verið prófaður. Þannig að það er bara IP68 og svo metrar. Alltaf. Það var allt yfir 1 metr. Já, akkurat. Allt yfir 1 metr. Og síðan er hérna kraftmælingar, mælibrú, og ákveðinn hátt og með hvaða búnaði er komið í veg fyrir skekkjur í spennumerki af völdum hitastigbreytingu í átaksmæliblökk við spilkerfi. Og þetta er það sem við vorum líka að skoða á hann, að þannemum er komið fyrir á stykki og í mælibrú sem núllar út hita áhrif. Það er að sama og við vorum að skoða þarna áðan. Að mælistykkið er með 2 skynjurum, annar skynjarinn er á átakinu og hinn er óvirkur. Og þá erum við með þetta hérna og hér er mæliblökkin og eða átaksneminn og þá er virkur þannig sem að tekur lengingu við átak og svo lengist hann jafn mikið ef að hitnar í veðri til dæmis, þá jafn mikið og óvirki þannig að þeir núllast út í mæli brúnni. Það er jafn mikil breyting á ofanverðu og að neðanverðu í viðnámi, þannig að þá núllast út hitastigs áhrifin. Ok, þá förum við yfir þetta hérna aftur og svarið var sem sagt að þannemum er komið fyrir á stykki í mælibrú sem núlla út hita áhrifin. Síðan koma hérna stöðumælingar og ásnemar. Hver er aðalmunur á merki frá afstöðun stöðugjafa og raunstöðugjafa? Að raunstöðugjafinn hann gefur frá sér kóða eins og til dæmis greikóða, en afstæði stöðugjafinn gefur frá sér A, B púls með 90 gráðu fasviki. Það er munurinn á milli þeirra, helsti munurinn. Nú, nándaskynjarar, almenn atriði og hvaða gerð af skynjara er á myndinni hér til hliðar. Þetta er krossarspurning. Við sjáum það að álagið tengist upp í plús. Það þýðir það að transistorinn hann er að gefa samband frá merki niður í mínus. Og þá er þetta NPN nándaskynjari og snertu táknið hérna er af NC snertu, normally closed snertu, og þess vegna er hann af tegundinni hérna NC. NPN nándaskynjari normally closed. Þið tekkið á því hvort er álagið tengt upp í plús eða niður í mínus og það fer allt eftir því hvar þetta er tengt, hvort þetta er NPN eða PNP. Ef að álagið væri tengt hérna niður í mínus, þá væri það PNP.
Já, þá skoðum við þetta áfram. Hver eru helstu kostir nándaskynjara með hálfleiðara útgangum? Ok. Transistorarnir, þeir verða ekki fyrir vélrænu sliti á rafbúnaði. Og það eru alveg til nándaskynjarar sem eru með útgang með snertu, ég hef séð það. En það er mjög í rauninni sjálfgert, sko. Ef þetta eru skynjarar fyrir 24 volt DC til dæmis, eða eitthvað ákveðið bil frá hérna kannski 12 upp í 35 volt, eitthvað svoleiðis, að þá er þetta yfirleitt með transistor útgangum, þannig að þeir verða ekki fyrir vélrænu sliti. Það er helstu kostir nándaskynjarar með hálfleiðara útgangum. Hálfleiðarar, það eru transistorar, ekki satt. Nú, hverju er vinnslufjarlægð rýmdarskynjara háð þegar mismunandi efni er að ræða? Og vinnslufjarlægð er þessast háð næmnistuðli viðkomandi efnis. Það er þessi tafla sem við erum alltaf að nota í varðandi rýmdarskynjarana, og til þess að átta að sjá því hvort við getum skynjað eitthvað í gegnum annað efni, til dæmis, þá erum við að nota þessa töflu hérna. Og þetta er háð næmnistöðlun, þessi vinnslufjarlægð. Og síðan er spurt hérna af hverju er ekki hægt að skynja olíu í gegnum plexigler með rýmdarskynjara, og það er vegna þess að næmnistöðull plexigler er hærri en olíu. Sko, næmnistöðull plexiglers, hann er hérna 0,3 en næmnistöðull olíu er 0,2. Þannig að skynja bara plexiglerið en ekki olíuna. Ok. Síðan er hérna spannskynjarar. Hvers vegna hefur 24 V DC spannskynjari hærri raftíðni en 230 V spannskynjari? Það er vegna þess að 24 V DC spannskynjarinn, hann er ekki bundinn tíðni riðstraumsins. Þannig að við þurfum ekki að loka týristornum eins og í riðstraumsskynjarann. Það er nefnilega brú og týristor í rásinni. Í 7.2, hver eftir fullyrðinga er rétt. Hér er hefðbundinn spannskynjari, hann skynjar ál úr styttri fjarlægð en að járn. Við þurfum að fara nær með álið vegna þess að álið hefur ekki eins mikil áhrif á skynjarann, og ál er með minni segulsviðsvirkni heldur en járn. Þess vegna þurfum við að koma með ál nær skynjarann. Svo er spurt hérna í 8.1 hvaða spenna mælist á útgangi PNP skynjara sem er normally closed þegar hann skynjar hlut. Og ef hérna skynjari skynjar hlut og hann er normally closed, skoðum hérna útgang, PNP, hann er hérna. Ef hann skynjar hlut og í öllu venjulegu, ef hann er ekkert að skynja neitt, og þá mælum við hérna 24 volt, ef að spennugjáðspennin er 24 volt, af því að þá er hann í leiðinni, þá tengir hann hérna, skiljið. Hann er NC, normal closed, hann er alltaf að gefa gegnum sig. Ef hann hins vegar skynjar hlut, þá rýfur hann strauminn hérna, þá verður hann hátt viðnám, transistorinn. Og þá fer engin straumur hérna niður. Og ef fer engin straumur niður álagið, þá dettur spennan líka niður í 0. Þess vegna svörum við því að þetta er 0 volta spenna sem við fáum hérna. Sjá hér, 0,1 volt. Það er mitt. Já, þá dettur spennan niður í 0 af því að hann rýfur straumin, PNP skynjar, sem tengir frá plus. Álagið tengist niður í mínus. Svo er spurt hérna í 8.2 þegar að 230 V nándaskynjari er tengdur segulega mælist
hvíldarstraumur í mín. Hvers vegna þarf þessi straumur að vera á ferðinni meðan útgangur skynjarans í stöðunni af? Og skynjunarrásin, hún þarf alltaf einhvern smá straum til þess að vera virk allan tíma. Og þess vegna þarf þessi mín skynjari, mín straumur að vera í gangi í gegnum skynjunarrásina. Annars verður þessi skynjunarrásin óvirk. Þannig eru þessi 238 skynjarar og við skoðum hérna rásina hérna. Hér alltaf straumur, örlítill straumur í rásinni, fer í gegnum afleiðisbrúna og hérna kemur plús út og inn á skynjararásina. Fer þessa leið í gegnum brúna. Þannig að það er alltaf afriðuð spenna hérna og örlítill straumur sem að skynjararásin þarf. Það þarf alltaf að vera í gangi einhver smá straumur hérna. Annars verður skynjararásin sérst óvirk. 8.3. Þetta munum við ekki hafa að við þurfum að teikna upp neina straumrás, það þarf ekki. Og svo koma hérna hitamælingar. Verður þetta aðalega svona krossapróf? Já. Hvaða tenging við viðnámshitaskynjara PT100 gefur ónákvæmustu mælingar á hitastigi? Það er sem sagt 2 víra tengingin. Því að þá leggst viðnám sem sagt í skynjaraleiðslunni að mælistaðanum við viðnám sjálfs skynjarans. Og þá í rauninni fáum við hærra viðnám heldur en við ættum í rauninni að fá, og þar leiðandi ef þetta væri PT100 til dæmis eins og hér, að þá myndi sem sagt mælistærðin verða hærri í rauninni heldur hún ætti að vera, vegna þess að vírviðnámið leggst við skynjaraviðnámið. En svo eru til þriggjavíratengingar og þá erum við búin að leiðrétta í rauninni í mælibrú fyrir þessari viðnámsaukningu í vírnum. Og síðan 4 víra tengingin, þar sérstakur mælistraumur sem að fer í gegn. Þannig að það nákvæmasta aðferðin, 4 víra tengingin. Og ef við skoðum þessar aðferðir, þá eins og þið voruð að svara þessu í verkefninu, þá sjáum við hérna nákvæmasta aðferðin 4 víra tengingin, þar sem við takið bara spennumælingu, þar sem það ákaflega lítill straumur inn á í rauninni spennumæli sem getur þess vegna verið með dálítið hátt innra viðnám. Ef við tökum viðnám spennumælis til dæmis sem við erum að nota hérna inn í stofu 106, gulumælunum, þar erum við með 11 milljón ohma inngangsviðnám og hann getur alveg mælt spennufalli hérna yfir þennan skynjara hér, og þá sendur mælistraumur frá til dæmis R-breytinum í gegnum þetta viðnám, og út frá þessum mælistraum í gegnum viðnám þá fáum við mælispennu hérna inn á þetta stendur hérna fyrir stafrænan spennumæli, hérna DVFM stendur Digital Voltmeter, stafrænan spennumæli. Þannig að hér, þetta nákvæmast aðferðin, 4 víra tenging við 100 ohma viðnám hérna, PT100. Besta lausnin sem sagt það svo að við fáum hérna í mælibrú hérna sem í rauninni á ferðinni hér, þá leggst jafn mikið viðnám
í viðnámi skynjara leiðslunnar við efri hluta brúarinnar og neðri hluta brúarinnar. Þannig að það núllast nánast út. Eina skekkjan verður vegna bara mælingarinnar hérna inn á tækið sem sára lítil. Þannig að þetta alveg þokkaleg aðferð, þessi 3 víra tenging inn á frá sem sagt viðnámsskynjaranum PT100 til dæmis og inn á mælbúnað. Þannig að þetta mikið notað í iðnaði, þessi 3 víra tenging. Hún er ekki eins dýr eins og 4 víra tengingin, því að niður í vasana tengjast þessir vírar. Og 2 víra aðferðin, við erum ekki með neina sérstaka mynd af henni, en það er náttúrulega ónákvæmast, því þá leggst bara viðnámið við. Það var reyndar til mynd af þeirri aðferð þá við þannnemana, og hún er hérna fyrir ofan. Þá erum við með það eykst viðnámið bara skynjarinn, hann er með sitt eigið viðnám, og síðan það er hérna. Þetta er einlega aðferð sem gefur okkur ekki alveg rétta niðurstöðu, vegna þess að vírinn í leiðslunni að skynjaranum er með ákveðið viðnám. Það leggst við alveg tvöfalt hérna, bæði fram og tilbaka. Þetta viðnám í vírnum leggst við viðnám skynjarans. Þannig að það skiptir ekki máli hvort þetta er hitaskynjari eða átaksnemi, að það er sama, þetta bætist bara beint við. En svo er hérna 3 víra tenging, og þá núllast þetta út alveg hérna í brúnni. Svo að eina skekkjan er bara vegna örlítils spennufalls hérna í miðjunni hérna, að mælitækinu. Ok, þá er það eitthvað eftir af spurningum hérna. Hér erum við þá með 9.2 og hér höfum við hitt tilfellið með R-breytin, að við verum með hita rafaka sem er tengdur við R-breyti, og við notum hann til að mæla afgashita á ljósavél. Hvað áhrif hefur það á mælistærð ef leiðrétting fyrir hitastigsbreytingum við köldutenginguna bilar og hitastigið lækkar á köldutengingunni? Ef það lækkar á köldutengingunni, þá er meiri mismunur á köldutengingunni og mælistaðnum, heitutengingunni, og þar af leiðandi verður hærri spennumunur á milli endana, og þar af leiðandi eykst mælistærðin. Þá er það hérna C svarið sem er rétt, þá eykst mælistærðin. Þetta verður ekki spurt svona, þetta eru allar þessar aðferðir teiknaðar upp, 2 víra, 3 víra og 4 víra, við sleppum við það. Svo er hérna 10. liður hérna R-breytin, og það er spurt hérna fyrir hvað eru tengingar 1 og 2 á R-breytunum, og við skoðum það. 1 og 2 hérna R-breytin, þannig hérna, og það er það sem að straumurinn kemur inn á straummerkinu sem er 420 mA. 1 og 2, þetta er fyrir straummerkið og náttúrulega fyrir samskiptamerkið inn á breytin. Það er straummerkið og samskiptamerki. Sjá,
Þetta er svarið. Þetta er straumrás fyrir samskiptaleiðir og útgangsmerkið sem er 4-20 milliampere á þessum R breyti. Síðan er spurt hérna hvert er hlutverk 4 milliampere straumgjafanum inn í R breytinum. Það er þessi hérna straumgjafi, hann er alltaf að taka þessi 4 milliampere. Hann er bara að gefa í rauninni þá strauminn fyrir aðrar rásir hérna, en hann er í rauninni bara stöðugt að taka þessi 4 milliampere. Þetta er svona stöðugur straumgjafi fyrir alla rásirnar hérna og meðal annars er sendur mælistraumur sem er 0,2 milliampere inn á græjuna hérna til dæmis til þess að senda straummælingu í gegnum PT100 eða skynjarana sem er hérna í sambandi. Og þá er svarið hérna að hann dregur lágmarksstraum skynjarans. Það er rétt að svarið hérna, 4 milliampere. Þetta er lágmarksstraumurinn sem er alltaf á ferðinni. Og við getum látið kerfið gefa okkur viðvörun ef að vírinn færi úr sambandi. Þá er ekki lengur 4 milliampere, dyttið hann í 0 milliampere og þá getum við látið búnaðinn senda viðvörun. Hér er 10.3, hér er smá skölun. Hér er hitanemi sem mælir hitastig á ferskvatni frá aðalvél og hitanemi er tengdur við R-breyti sem sendir 4-20 milliampere straummerki inn á inntöluna. Inntöluna breytir straummerkinu í heiltölu á sviðinu 0-495 og hitasvið nemans var ákveðið 30 gráður upp í 120 gráður. Þannig að mismunurinn hérna milli er 90 gráður svið og svo er spurt hvað er hitastig á ferskvatninu ef tölugildi frá inntölunni er 2730. Það er merkið 2730 sinnum 90 gráður svið, deilum með upplausninni 495 og svo leggjum við lágmarkshitastigið við 30 gráðurnar til þess að fá absolutt hitastigið 90 gráður. Þannig förum við að þessu, skölun og síðan leggjum við lágmarkshitastigið við. Og síðan, síðasta spurningin hérna er þrýstimæling og á ferskvatni gerð með þrýstinema sem er svið -1 bar til 5 bör og það þýðir það að við erum með svið sem eru í heildina 6 bör og inntölunan hún sendir upplýsingar merkið á heiltöluforminu 0-495, þetta er 12 bita breyta og raungildið er að gefa okkur tölugildi 1025 og það er merkið. Það margföldum við það sinnum sviðið, deilum með upplausninni og svo þurfum við að draga frá 1 bar vegna þess að skynjarinn er frá -1 bari og þá hérna fáum við að niðurstöðuna að þarna er á ferðinni 0,5 bör sem sagt absolutt þrýstingur. Kalliði það ekki það? Ekki mismunandi þrýstingur heldur absolutt þrýstingur. Þegar við erum að tala þá er andrúmsloftsþrýstingurinn þarna inn í. Já, þess vegna draugum við -1 bar frá vegna þess að hann er alltaf að bera sig saman við andrúmsloftsþrýstinginn, skynjarinn sjálfur. Ok, þá er ég búinn að fara í gegnum þessar spurningar og þessar spurningar verða, já. Það væri